Það held ég, gauðra með stæla GSM gang. Það held ég, við erum mættir upp í bústað. Ok, bústað þáttur. Þessi þáttur mun ekki heita bústað þátturinn. Nei, þetta er hérna fyrst getum við á tökunum. Krakkar, er ekki saman aðeins? Tom er á tökunum. Herru, tökum minna skáli byrju þáttar. Bara svona til að fagna að þetta er loksins að gerast. Bóm! Herru, fyrir þá sem eru ekki að horfa á þetta, þá erum við stattir upp í bústanum hjá honum Tómasi. Já, hérna í Grímsnesinu, helvíti næs, sko. Þetta er ógeðslega næs. Þetta er bústæðilega eftir bústæði sem ég hef líka komið í, sko. Og crazy, sko. Endilega njótið okkur og útsýnsins á meðan. Enginn að missa sig þetta, ég held að sé ekki að bara genuinely bara innlægan, sko. Ingólfsfjall. Já, við erum með Ingólfsfjall í bakgrunn. Þetta gerir ekki mikið dýrara, sko. Við erum með Tómas Inga, við erum með Jóhann Inga og við erum með Ingólfsfjall in the back. Svo erum við Unnastein. Allir spenntir fyrir honum. Og við erum líka spólgraðir, sko. Já, heldur fokkin betur með. Við erum sko búin að hendi nokkuð TikTok í bústanum. Þetta er vinnuferð, sko. Þetta er vinnuferð. Flestir fara í bústað og njóta og slæka á. Við vinnum. Og við erum að vera hérna í hvað? Við erum valla einn dag. Já, við erum að taka upp svona 5 TikTok og við erum að taka podcast í leiðinni. Við erum að fara heim með svona 5 tíma. Já, og svo erum við bara að vakna aðeins þegar morgun, sko. Við erum ekki að grilla burger og það eftir, sko. Þetta var að leiða okkar aðeins að chilla, sko. Ef þið eru að hlusta núna, fara að horfa right about now. Ef þið eru ekki gröð núna, þá munum við vera gröð þegar þið sjá okkur mynd. Ég veit ekki. Prófa að rekordskratsi, ítt okkar samt, veist. Já, þetta er fyrst getum við á tökunum strákar. Þið verður bara að beðast. Málið er tjöðlega til í þetta sétt, sko. Við erum búin að málið er frá því við ákveðum að byrja podcastið, þá vorum við búin að ákveða það að taka þátt í bústað, sko. Já, það var alltaf planið, sko. Þetta er búin að vera lengi draumur, sko. Ég kom með hugmynd á hann. Endilega kommentið ef þið eru til í að horfa á þetta að taka podcast þátt svona hér og þar kommentið úr stúdíónu. Já, nei, sko, já. Kommentið á þetta smá skringilega það er ekki er þetta með stafsendingu alls ekki en kommentið, ég skal segja þetta kommentið staði sem við eigum að taka upp á sem eru skrítni staðir, einhver staðar annar staðir í stúdíónu, einhver stað úti inn í Smáralindinni, inn í Kringlunni, inn á fucking Júsú inn í Smáralindinni? Já, bara miðjum Smáralindinni. Ég var að hugsa inn í Kringlunni bara komið með hugmyndir, kommentaðu hana þá virkjum kommentið aftur, við skulum lesa þetta upp í næsta Já, reyndar, verið duglega að kommenta, við erum ekki búin að fá mörg komment Já, við hættum að lesa komment og það er fólk að brjála, sko. Ég veit að crazy, sko. Við byrjumst afsökunar Sáum við það? Hvað sagði þið? Þau eru byrjað að mótmæla. Já, að fá að mótmæla sem átt alþingis. Bara eitthvað nýri bæi eitthvað. Fyrir ég sá bara 20 manns fyrir utan húsið hans Tóma. Já. 15 manns utan húsið þeir áralega margir bara. Fuckið ykkur, gauðra með stæla, lesið upp komment. Lesið upp komment, lesið. Já, þetta var skellu, sko. Já, það er bara our fans are crazy, sko. Við ætlum að hendi grill og eftir líka. Við ætlum að grilla burgers. Og vlogga þá, lengi þátturinn er bara svona, fyrst var höfðu podcast, svo allt í henni kemur einhvern grillhotnið í svona 10 mínútur. Þetta er bara vlogg. Herðu reyndar, býti. Okkur finnst mér þetta ekki svo garan hugmynd. Það er alveg pæling, bara hendi vlogg. Þú veist, við hendum bara í podcast, svo kemur bara cut, svo allt í henni endan á þættinu kemur svona 10 mínútur og okkur að grilla bara. Eða við postum bara TikTok eða svona vloggi. Grillvloggi. Eða förum live. Þetta er pæling. Herðu, jú, förum live þurfum að grilla. Förum live þurfum að grilla. Fuck it, maður. Við erum háðið þessu sko máli. Kommentið eða þið voru í live-inu. Já, við fórum live á sketsagerðinni daginn og það var alveg crazy, sko. 1000 manns horfðu á fucking live. Það var crazy. 1000 likes. Þetta var crazy, sko. Fyrsta live hjá þér. Já, ég var aldrei með live á þessum kant, þess vegna gerðum við þetta, sko. En við þurfum að fara aftur live einhvern veginn. Við fucking elskum þessi. Það var heldur gaman. Þetta vorum svo peppaði, sko. Það var líka kommentið, þetta bara svo fucking Twitch, bara dung. Kommentið voru crazy. Lesið kommentin, bara Kajsa Nett dæmi, sko. En herðu, þessi þáttu eru fucking þéttir eins og allir fucking þættir. Við ætlum að fara ykkur fullt af ykkur liðum. Fucking þáttu fyrir þetta allir fucking þættir. Fucking þættir. Ég er með sko lið sem að þið hlustundu kannist við væntanlega við, þetta er besta vinnakeppnin. Það sem að Ingi og Tommi fara í keppni og þetta er Bústaðar edition, sko. Er það liðurinn sem eitt fyrir úr herbygginu? Já. Þannig við þurfum farið þannig, sko. Og það heyrir svo mikið í kringum bústaðinn, við þurfum að fara bara eitthvað út. Ég held að fara bara út, bara smá bara svona taka smá bríður bara. Já, smá bara hugleyslu, smá pásu. En sko, já, og svo Ingi, þú ert með hvað? Þú ert með hvað, já. Ég er nefnilega með
er þetta skrítið? Nei, bústa edition. Já, við erum með bústa edition svolítið í dag. Og Tommi, þú vilt ekki segja það? Jú, á ég að segja það? Fuck it, droppa þessu. Fuck it, til að droppa þessar bombur, er þið fucking tilbúinir? Já, maður. Það er eftir enn með keppnin. Oh my god. Gauður, ég er þetta fucking til, já. I reeled you guys in. Ég ástæðu ekki í þessu pappringu, ég vinnir náttúrulega alltaf, sko. En það var ekki fyrir tætt senast, það var það 4-3 eða eitthvað. Þetta er basically alltaf tætt. Þið eru svo góður í þessu. En núna, þú kannski með slight advantage, þú ert eitthvað svona betri. Mér finnst ég ekki vera eitthvað góður eftir hérna, sko. Mér finnst ég ná kannski einhverjum 1-2, en þú veist, ég er ekkert svona eitthvað. Þú ert samt góður í þessu, skilju, þú svona. Já, þú er alveg detti í, sko. Já. En ég veit ekki hvernig ég fer að þessu, ég held bara sem hún fæðist með eitthvað, ég skil ekki hvernig, þetta snýst bara að breyta munninu sínum, skilur. Þú ert a professional actor. Svo er náttúrulega lærið methodleikari, það má ekki gleymast það, kannski líka ástæð. Þú veist, ekki bara leikari, þú ert methodleikari, skilur. Það er munur, sko. Flestir eru bara svona, þú veist, þetta er eins og að vera heilaskurlæknir eða eitthvað. Flestir eru bara leikari, methodleikari, sko. Akkurat. En málið fuck it, gerum þetta þannig já, en áður en við fyrir með þessa skemmtilegu liði þá ætlum við að byrja á fucking þáttina og fucking við erum að fara að byrja á fucking þátt á einu sem við höfum ætlað að gera fucking lengi hætt að segja fucking þátt fucking þetta er ekki PG fucking er svona gæðin sem kann ekki að nota gæðin sem er nýbyrjar að blóta fucking byrjum bara fucking talandi gæðin sem, talandi sketsa við erum að fara að ranka top 5 sketsa sem við höfum gert let me hear that oh my god þetta var mínu sál ok, sorry top 5 sketsa sem við höfum gert og ég kemur top 5, Tommi kemur top 5, ég kemur top 5 yes. og þetta er ekki neitt röð, við bara skiptist á bara Tommi segir ég er spennt að heyra eitthvað þeir eru með jú, eða hvað, eigum að hafa þetta höfum þetta svona eins og jólunum bara opna pakka bara, þú veist, einn og einn já en við verðum með já en þú veist, erum við, nei, samt, ég var ekkert að gera eitthvað sæti, sko ég var bara að gera top 5, nei, ok þá bara fyrir við, já heldur ekki ég, sko nei, bara að byrja á því, já líka, mér langar áraðan að við fyrir með þetta við hendum í alvöru bónusferð á leiðinni já, þetta er búið að vera fucking ævintýri að fara inn að bústa, sko ok, talandum já, ég myndi leið mér að segja þetta við ákveðum að hafa hann svona snakk við varum ekki að heyra, hendum okkur í bara snakk bara, við ætlum að mönsa á þessu snakki bara Tommi tekur við tökum eina salsa sósu ég bara, já, þetta döður þetta er fyrir okkur alla Tommi segir, nei, ég klikkar í salsa, sko nei, ég er að segja ykkur og við eitthvað, nei, þetta döður alveg ok, og svo kemur hann aftur nei, strákar, ég er að segja ykkur ég er bara monster í salsa, sko og hann tekur eina aðra og svo tekur hann aðra líka 3 salsasósur og því að hann segir bara, þið fáið þess að ég þarf bara 2 sjálfur en þetta er ekki, þetta var þetta ekki í rauninu 4 nei, þetta voru 3 jú, með auka nei, hvað, erum við ekki bara með 2, eða? Við erum með þess að Doritos salsa hana já, við erum með 2 þannig erum við 2 þannig? já, ok og svo erum við eina hana sko Ingi, það sem hún bara jafn stórt og þetta glas já, Ingi, það sem hún sagði ekki mikla partur af sögunni er að fyrst tökum bara eina og við erum ekki, já, er ekki bara ná bara einn svona eitthvað salsa eitthvað og svo fyrir við aftur eitthvað sem fyrir maður að kaupa eitthvað annað og ég segi eitthvað, Tommi, betur, tókstu bara þá hann falið, þá faldi hann það hann kipti þetta annara með, skilur áður en fór svo aftur í salsana þú veist, áður þegar hann fór hann já, strákar hann treyði, hann sagði bara ég segi, Tommi, tókstu það ég meni, ég þarf bara meira já, máleir þetta er basically once in a lifetime dæmi hjá mér og ég hef ekki borðað snakk bara í 1 já, ég skil það, þú ert að fullkomna vímuna, sko ég veit það og ég er að við erum bara í bústað, þetta er bara once in a lifetime, skilur bara görum við stælum í bústað og ég bara, heyrðu, það er bara snakk og salsa í kvöld, fokkin ég er bara að taka 2 salsasósur í fokkin við, ok? og þið er ekki að fara að gera neitt í ég sagði við og Tommi er að fara að bæta á þessu svona 20 kíló í þessari 20 kíló slökum að þetta er þessi helgi og við förum klukkan hvað, 10 á morgun 10 morgun það er smá ströks 10:30 helst en við vökkum að Tommi er bara að mönsa þegar ég var at my peak að bara borða snapp okkur hverjum degi segja hlustum það, þú hættir að borða snakka í ég tók bara loka decision að bara hætta að borða snakk og því ég var að borða bara 3 snapp okkur dag, skilur og þegar ég var að vinna með að borða snakk
þá var það 1 krukka af salsasósa fyrir hver póka, skilur. Það ástæðan fyrir 130 kíló í dag, skilur. Það er bara staðan, skilur. 100 er 90. Málið, þú varst alltaf að tala við mig og segja bara, gaur, já, ég borða bara að snakka helgar eins og það var í geggja, bara gaur, ég borða bara að snakka helgar, sko. Ég er on my health shit, sko. 3 pakka á einu kvöldi? Já, einu kvöldi. 3 póka, ok, 6 pókar á 2 dögum, skilur. Ég var klikkaður, ok? Ég var klikkaður, ég þarf að fara að vinna í þessu, ég þarf að fara að gera þeim í lífi, ég veit það. Líka, þú hefur sagt að þú, getur borðað endalaust. Þegar þú klárar samloku eða eitthvað, þú verður ekki sattur. Alltaf þegar ég fæ mér samloku, þá fæ ég mér 2 og ég bara 2-faldur osti, 2-faldur skinka. Ég veit það, ég veit ekki akkur við erum að byrja þátt á að tala mitt Við erum líka svega svangir, við erum að grilla eftir Við erum með 6 burgers lænað upp, sko. Ég get ekki beðið, sko. Já, við erum með 6 burgers lænað upp. Já, en mér er svo fyndið þessi fíkjöðar, sko. Ég get að tala um þetta alltaf. Þetta er matafíkn, ég meina það er skapsta fíkn. Það er ekki eins og þessi einhver krakkfíkn. Nei, þetta er góð fín, nei, ég veit ekki. Ég hef aldrei verið svona peppa fyrir þetta. Það er svo öðruvísi að vera, þegar við erum búin að vera alla þessa, hvað erum komin núna, 12, 13, það er 14 þáttir. Við erum búin að gefa 13 þætti, það eru allir búin að vera í stúdíónu. Þannig að við erum fyrst geta að prófa að vera ekkert sem er svo, myndast önnur orka eða, sko. Líka, við erum að halda á mækunum, þetta er ekki eins próf, við erum bara að fá í bakgrunn. Mækin er svona 5-8 kíló. Fólk átt sig hversu þungur sem mæk er. 16 kíló. Og maður getur ekki haldið á þessu, sorry að það heyrist eitthvað, en það er erfitt að halda á þessu. Ef þið heyri eitthvað svona hljóð, sko, þá er það bara við að... Já, en það er bara heimilislegt, ég held að fólk er fílar þetta, sko. En hann að máli er, ef að Dembogri fyrsta liðin sem er að ranka topp 5 sketsa sem við hefum gert. Já, sko... Þetta er ekki alveg Við erum að, nei, sko, þetta eru topp 5 sketsa sem við höfum gert, 3 saman, eftir að við byrjum einn saman. Þetta er síðan í septembri fyrra að við byrjum saman, sko. Þetta er ekki gamla sketsagerðstöfi og þetta er ekki gamla september í fyrra. Þetta er bara það er bara, já, þetta er rosalegt. It all started 1DM. Við sögum frá fyrsta þætti. Talandi um bústað, við erum bústað. Það var frækt, ég followði Inga þegar við byrjum einn saman. Ég followði þegar ég var í bústað. Wow, what a crazy. Þetta byrjaði þegar ég og Tómi vorum í Smáralindinni og þú varst að taka upp eitthvað Lemon-vídeó. Já, þið sáum mig. Og ég gaf svona það er líka svo fyndið hvernig þetta er búið að þróast hratt. Bara svona sambandi okkar við þig einhvern veginn og bara við 3. Þetta var reynu eftir 3 mánuði að vinna saman þá ágúst starfsbæri let's start a podcast og hérna er við, sko. Þannig og við erum búin að gera svona fucking 100 vídeo eða eitthvað, skilur við erum búin að gera, þetta er crazy the amount of dæmi sem við erum búin að gera, sko. En hendum okkur í fyrsta liðin, við ætlum að ranka fucking alltaf að segja fucking ég er svo mikil gýr, sko. Við ætlum að ranka top 5 sketch sem við gert frá því byrjum við saman. Ok, let's do it. Tommi, byrjað þú. Förum í svona hring. Tommi Unnaringi. Þannig þetta er ekki í neinni röð. Við verðum væntanlega með sömu sketsa einhverja, það er náttúrulega sömu sem er að við bara 100%. Það er sko eitt sem við eigum allir að vera með og ég ætla bara að segja núna. Ok? Já, ég veit það. Ef að segja bara saman tíma. Þetta er parkour. Parkour, já, ok. Ég sagði parkour. Parkour, já. Parkour er geggjað skets. Já. En mér fannst skúter bara einhvern veginn toppa. Út af því að Logi var með líka, sko. Logi var incredibly fett. Og ég er búin að gleyma endanum á skúter. Munið þetta Logi tók það. Strákar, rúllum. Munið kastið sem ég fór í. Líka. Við erum hlátuskast í 2 daga. Ég held að fólk skilur ekki hversu mikið klipp fór í þessi bæði vídeo. Skúter náttúrulega floppaði smá. Það fekk bara eitthvað 10k. Það fekk ekki smá views. Það fekk 17k eða eitthvað. Það samt fekk alveg 20k inn á gramminu eða eitthvað. Ég held að fólk fattar ekki hversu langan tíma að tóka að klippa þetta shit. En svo fólk getur tjekka á það, vilja pása þáttinn og horfa. Parkour-vídeóið fór á sketsagerðina og skútur-vídeó fór á akkántarins Inga. Þannig að ef við viljum tjekka skútur-vídeóið þá fór á akkántarins Inga. Ég sé, þetta er eiginlega eitt vídeó fyrir mér, sko, skútur og parkour. Og þetta er sami stíl, sko. Þetta er sama koncept. Bara annað svona sport. Við hugsaum bara að gerum framhald, skilur, en Logi, fuck maður. Þetta var svo fucking fyndið. Líka bara takit upp. Hann var góður í þessu maður. Takit upp nýr í bæ, þetta er svo mikið stemming og þetta er svo fyndið og skrítið og fólk er að stara á okkur og svo gaman að vera krakkar aftur, við tókum við bara okkur að parkour, skilju. Það er ekki skemmtilega að hendi ykkur, það er engin takmörk, við bara fórum upp og við tökum bara upp,
gerum þannig að við tökum fyrst svona viðtöl þar sem við segjum, svo setjum við skot af okkur verið að gera eitthvað lúðalega parkourtricks eða skútutricks og að taka upp það var svo gaman, við bara hoppum eitthvað, strákar, takk ég með það, ég ætla að gera og því skrýtnar þið myndana, sko. Já, það er máli, það versta við stundum að gera svona ógeðslega fyndan sketsa sem við erum ógeðslega lúðalegir í einhverjum hræðilegum fötum er að við þurfum að fólk heldur kannski að við erum ekki að gera neitt það halda og við erum nýri bæ ég er með einhver skrítin sólgleru það voru ekki endilega skrítin sólgleru Tommi var hlífar á öxlunum á olbónum já, mannstu konan sem segi vá, flottar hlífar flottir búningur eitthvað ég bara, fuck og líka þegar hann hoppaði og hann hitti skilti konan eitthvað, flott mynd þið verður að stoppa og horfa á þessi vídeo líka, fólk líka fattar ekki það er svo mikið af stöfi sem við köttum út við tökum upp 2 tíma content en þetta er köttan í mínútu það er líka ég datt actually í parkourvídeónu þetta var stór hættilega að tökja báði ég meitum við líka í skúter sko. þetta var líka á þeim tíma sem maður var bara fucking -5 gráð úti tókum við í janúar bæði sko. það grínast var þetta á sama rönnu og þú veist þegar við tókum túristan þetta var hérna janúarstökunar við tókum líka loga í janúar sko. við vorum að maxa í janúar, við vorum að content maxa í janúar við tókum við fucking crazy content í janúar tókum St. Pete, tókum túristana tókum parkour, tókum skúter tókum hambúrgar það er líka paid off, þetta bara viewsin í janúar voru bara millions sko. bara takk fyrir að horfa á þetta takk fyrir að horfa á þetta takk fyrir að líka hlusta á Gaurum með stæla því að ég er að lendi í sífellt að fólk er að koma upp að mér bara in public og segja bara vanlega fæði bara hei sketsagerinn ég er að fá auki núna einhver gaurar að koma bara já Gaurum með stæla ég hlusta Gaurum með stæla ef þú ert að hlusta núna bara Nogic ég elska þið við bara elskum að taka upp þess að þætti og við elskum að fólk er þú veist actually að fokki og endilega bara ef við sjá okkur einhvers bara endilega að segja hæ við erum alltaf segja hæ byggðu mynd ég fæði vel bara ert þú frægur ert þú eitthvað nei segja bara daginn þú líka frægur ég ætla að hendi í hana mynd nei, ekki að taka Tommi Unnar Ingi varst þú ekki að gera? Nei, Ingi sagði að ég ætla bara að segja það ég er líka með parkour í þannig en ég ætla að segja það næsta bara ég ætla að segja sko að í 1 og top 5 þá myndi ég segja sko Gaurum með stæla episode 1 sko þá er ég að tala finnst það sem ég er að tala sko gamlu Gaurum með stæla sketsana á sketsagerðinni þegar við vorum að leika rapparna ég er að tala rap-vídeóið þetta vídeó heitir Gaurum með stæla in the studio við viljum finna á sketsagerðinni þetta var bara fyrsta vídeó? Já, fyrsta vídeó það vídeó er vannmeti sko það var kortur ég að make it on my list ég er ekki að döga og við fórum actually í stúdíó með Tryggva producer sem er bókstaflega one of the hardest producers í landinu hann producer allt fyrir alla tónlistgöruna gerði hann ekki líka fucking beatið? Hann gerði beatið á staðnum með okkur sko hann bara gerði 3 beat á staðnum hann er crazy sjáðu þetta Tryggva fucking producer sko gerir hann beats fyrir Maron Helga og Kristján Sæns og alla þessu alla tónil sjáðu Tryggva já, hann var geggjar og við tókum upp þetta þetta var bara sketsi á hausnum á mér sko mörg á sko áðurinn byrjaði sketsagerðinu sko 5 ára eitthvað þessi skets að við leika svona lélega rappa gera grína röppurum í dag þegar þeir eru að fara eitthvað svona og allir að gera sama shit eitthvað svona mér finnst að finna líka viðtölun inn í þessi vídeo eitthvað svona Ingi eitthvað svona já við erum allir fucking struggler við erum meira að Tommi fucking kýrt bróður sem fyrir hann er fucking rugglaðis hann fucking draf fucking bróður málega er líka Tommi kom með þetta nafn við bara fyrir þennan skets og líka þessu iconic er enda líka þessu tökur þess að segja þetta vídeo það var fyrsta skets sem við tókum upp skets saman var þegar við tókum upp þetta Gaurum með stæla seríuna fyrstu sem beittist svo í þetta podcast sko. ég held við myndum aldrei hittast aftur bara þegar ég segi bæ ég var bara ok, nice verkefni en svo bara út af allt þegar við tókum fundin við bara einhvern veginn tókum annan fund bara þegar ég og Tommi vorum úti hjá hurðinni við gáðum mikið something just clicked vorum í svona hálftíma spjalla bara að reyna að fara eða ekki að reyna að fara en við vorum bara kóttum með þitt topp ég ætla að breyta þessu það var eitt vídeo að koma hér ég ætla að segja hanna jólatónlist hanna útvarpsvídeói já, það er í honorable mention hjá mér sko það er fullkomið það er geggja vídeo bara út af
við gerum 5 lög Við gerum 5 sér lög fyrir Við erum að tala hana Þetta alltaf galið Ég held að, hvað heitir þetta vídeo? P.O.I. Þú hlustar á útvarpið jólin Já, jú Þetta á akkantunum að syngja Þetta hvað, við gerum hana 3, 2, 1, já Þetta crazy views á þessu og við sömdum, það saman með barnavídeó sko. Við sömdum sér lag fyrir vídeo það er alltaf gaman við gerðum með yngir kveikir útvarpunar skiptum stöðvar gefum alltaf nýtt lag og þetta er allt lög sem við sömdum við gerum svona mismöndi genre og við gerum eitthvað svona partylag og svona jóla ástinn mín jól Sengi og Rúdolf Dynamic Duo og mikið að grína það mismöndi þetta var svo mikið metnaða lag þetta voru mjög 2 tíma að semja þessu lög eitthvað og svo er þetta bara svo simpur þú bara situr þetta er bara svona reaction bara skip og það er svo fallega þetta er bara svo relatable öll vinnan er bakvið þess að það er í lögunum meiri vinna í lögunum heldur og heyrir metnaði já að finna beatin við þurfum að finna 5 beat við þurfum að gera 5 lög við sáum þetta vision bara og við bara fucking gerum þetta and we did it Tommy, hvað er næsta listanum? Hvað ég segja næst? Jú, ég ætla að segja bara út að Ingi var að segja jólaskets þá var ég bara með jólasketsinnar bara yfirallt bara allir jólasketsinir þetta var rosalega við erum með svo mörg við erum með jólar við erum með pappar jólin við erum með mömmur jólin við erum með þetta er bara eitthvað svona 10 vídeó sem bara blóðu við tókum útvarpið, allt þetta shit við tókum sér tökur í desember þar sem við tókum upp bara jóla þemavídeó við erum búin að plana það við þurftum að gera eitthvað sem að fitta inn í jólin og við tókum 10 vídeó á einum degi byrjum kl. 6 kvöldi eitthvað þetta tók kvöldi 6 kvöldi svona 1 nótt og ég man við bættu við nördar jólin þegar við opnum pakkar what the fucking cat is here? Líka gleymist að þú að opna pakkan frá ömmu Stínu Stínu Hækku það er líka fucking blóaði feitt við tókum upp á það fucking 10 vídeó á svona einhverjum 8 tímum og við vorum alltaf frá hugmyndir á staðinum og það er með þessi bara þess einu pæli bara við tökum alltaf mörg vídeo þetta gerir einhverjum tips sem við TikTokum það er mörg vídeo einu því þarna tókum 10 vídeo einum degi og við fengum örgulega svona heldina fengum þessu vídeo örgulega svona 1 million views ef við tökum TikTok, Instagram, Facebook crazy crazy og pappar jólin, mömmur jólin þetta blóa allt og það er bara við hittum líka svona á bara það voru bara jól þannig að fólk fæði jólavídeó upp það var engin annar að gera þetta Nei, það var líka bara á fullkomnum tíma jólin var að koma views, ég held ekki við verðum að sleikja bara upp okkur sjálf fólk er að hlusta okkur bara við erum að tella upp 5 bestu TikTokin okkar en hei, það komið tíminn til að gera með þetta en ok, fokk, þú sagði jólavídeóin ég sagði bara, það er ekki hægt að velja eitthvað þetta er allt svo gott ég var með parkour hérna líka, við erum búin að tala um það ég næst hjá listanum mínum er Alþingismenn það er bara, mér fannst það bara svo vel heppna viðband þetta er eitthvað svona, hvað heitir þetta eiginlega vídeo, bara Alþingismenn þetta er á Counter Numbers Inga það var postað einhvern í janúar þetta var líka sem frægur tökum í janúar sem við tókum parkour-vídeó, við tókum upp túristana og þetta á sama tíma tókum við alltaf á sama degi crazy og þetta vídeo var bara eitthvað, þetta var síðasta vídeóið á deginum manni við tókum þetta upp nei, þetta var næst seinastan, við tókum svona þú ert að reyna við gælu vídeó eftir matinn, það sem heitum Joey og það var svo kalt úti við fórum ykkur jakka út og þetta var bara freestyle þetta vídeo ég var næstu búin að hætta við ég var næstu bara að beilum á þetta var svona vond kalt þetta var -10 allan dag úti og þessu góð veit að við einu svona ákveðum fyrir þetta vídeo var bara spurningarnar Tommi spurði bara eitthvað breið stjórnarbreytingar og við vorum ekkert búin að ákveða hvað við ætlum að segja og Ingi var svona, hvað ég að segja? Ég segi bara eitthvað og þú bókstaflega sagði bara eitthvað, þú muldur það út þú segir ekki eitt orð á þessu vídeo ríkisstjórn og þetta vídeo blóði upp og þannig ég held að við fórum líka, við vorum utan Alþingishúsi, við vorum í jakkaðunum, við vorum með spottan einhvern veginn svona hvernig við vorum að segja þetta þannig að við erum líka að vinna í part 2 á þessu vídeo, við erum að hendi það ég er líka, ég er bara að spila núna, ég er með þetta á listanum líka þetta er bara það gott og relatable þetta er one take ég held að fólk tengdu svo mikið við út því að það hefur svo oft séð í sjónvarpinu Alþingismenn í viðtölum þetta er bara eina sem er í fréttum það er alltaf í fréttum daglega í
búið að vera bara frá því að fréttir byrjuðu alltaf einhver alþingismaður í viðtali og hann alltaf eins ég get nú ekki svara spurningu svo stöldu taka við nefndina sem við verðum það en við getum ekki sagt þetta alltaf bara svona eins líka sem, þú veist, amma hún var gammal alþingismaður hún alveg elskaði þetta, hún var að sína öllum vinkonum sínum með þetta þau voru bara svona binge-watch þetta bara eins og það var eitthvað bara crazy mamma gerir þetta líka hún horfir alltaf þegar sín eitthvað nýtt vídeo hún horfir á hún verður alltaf að horfa á vídeoin tvís eins og hún fílar eitt vídeo hana löggu-vídeó sem að þú varst ekki í bara fyrsta hún horfir alltaf og henni finnst það alltaf gott en ég held þetta var bara ég held þetta var ekki ég held að við erum að reyta bara ég var að reyta bara á mínum akkánti ég var að reyta líka já, við stöðum að reyta hvað er það, Tommi bara að reyta á sínum akkánti nei, ég veit ekki að maður 15. desember hvað er það að gera hérna? ég skeit nei, allt er góð það er fínt bara ég er líka bara, þetta er einu vídeó sem ég er með á Inga akkánti sko já, ok þannig að, ok, Ingi, hvað er með næst? Hvað er það með? Ég er með fókið sjálfsvörn, ég veit ekki mér finnst það bara einhvern veginn gott það er gott mér finnst svo skemmtilegt að leika svona alvarlega gæja mér langar að hætti meira þannig svona bara alltaf alveg karakter einhvern veginn já, eins og Júsú-vídeó líka skrítin karakter alvarlegir gæjar það er endar fucking sjátt Swish does þetta er submit, alltaf submit fuck it, til að skipta því út fyrir alþingismenn já, það er komið í tókn mömmu finnst það líka ógeðslega gott hún elskar þetta hvað segir, submit Swiss roll, nei hvað submit, já þetta er eitthvað complete submit, já, ég man ekki hvað henni finnst það mjög gott já, ég veit það ekki, þetta byrjaði bara sem eitthvað, já, velkomin namaste eitthvað og svo ger ég eitthvað dæmi á Tomma svo var ég bara út af það var svo heitt hann inni við tókum þetta upp í fucking infrared sal jókasal í World Class fengum leið til verðaninni en við fundum ekki út í fengum ekki leið til að slökka á hittanum við vorum ekki 30 gráðum við vorum að reyna að finna út þessu sjátt þetta World Class var ekki leið okkur að verðaninni en við vorum að svitna af okkur raskatinn like a motherfucker það var crazy en já, þú veist og ég man, við vorum bara ekki við erum bara búnir, en svo er ég eitthvað ég verði einhverju fleiri, að fá einhverju fleiri klippur og þú tókst mig upp bara að gera bara eitthvað, koddnís eitthvað gera eitthvað svona, já, koma svo Hanna, Stína, vel gert eitthvað þetta er líka, þetta er á counter-númer sem Inga vil tjekka þessu, skjóðu í sjálfsverðan námskeið eitthvað akkurat, ok, maður sjá ok, já, næsta vídeo skólakynningin já, það er líka svona vídeó sem að við bara virka þetta var mjög nálægt ég að fara á lista minn það er líka, ég maður bara hvað við vorum að deyja og hlátið þegar við vorum að taka þetta upp allan að ég var að fara að deyja það heyrist í vídeónu in the back það er í svo mörgum vídeóm heyrist alltaf eitthvað já, sérstaklega í gömlu vídeónum okkar það er alltaf eitthvað hlátur sko það er ógeðslega, þú veist, ég bara man einhvern veginn bara eftir þessum tökum og ég var bara að deyja fyrir áttan kameruna þetta var bara eins og POV, þetta er akkántunum að syngja POV, þú og vinuðin glemdu að vera í kynning í dag ég myndi tjekka á þessu þetta er líka leikið svo vel sko Jóngnar, læka þetta það var final goal hjá okkur einhvern veginn ég sagði þetta bara, let's go það er alveg dæmi algjör heiður bara Jóngnar full time þurfum að fá hann í poddið maður það var, ég veit ekki hvernig það myndi gerast en we gotta make it happen hann er bara að finnast í gæði á full time hlátin líka hann er með top 13 hlátur á full time ég myndi að bara hlæða alltaf tíma en mál er, já, það vídeo kynningin, þetta var líka eitt af þessum vídeo sem við vorum efins með, ég man áður en tókum þetta upp og segi eigum við, ég man þetta, ég held að í fundinu fyrir þetta hugmyndum, við vorum ákvað hvaða sketsa við ætlum að taka í þessum tökum ég sagði eitthvað svona, er þetta vídeo sem þetta eitthvað, er þetta ná að fyndið því að eina sem ég sá var þetta bara svona, þetta er relatable, ég fatt ekki hvað við fyndið við þetta svo leiðum við byrjum að taka upp og tókum þetta upp þá föttum við strax þetta er gott sko talað um metna, við gerðum sér kynningu fyrir þetta vídeo ég var smá hræddur út að þú veist, Anna sem að skína á veggin Anna til þess að láta þetta vera á veggnum Anna skjávarpin, já það var á okkur út af við vorum fyrir, ég var svona fuck, þetta er smá skrítið einhvern veginn í vídeo það líka klikkað að virka en að skjávarpin hvernig náðu að gera það var þetta ekki HÍ?
það var bara eitthvað gæði sem lög okkur það var ekki kennari eða neitt sem var lög okkur að vera fengum við einhver stóð í HÍ bara var þetta ekki vinnu þinn? Jú, vinnu minn, sjátt átt að Kolbeinn Daða Kolli vinnu minn sko hann hleypti okkur innan í verkfræði húsið þannig að það var 2 held ég og mann, við vorum bara fokk og íttum bara á þetta við náðum græðinu þetta er góð skett sko, herðu, ég með næsta hérna við erum búin að tala ég sagði GSM, episode 1 Görum stæla rapparnir, parkour, alþingismenn og herði, ég verði að hendi YouTubers in 2016 shit ég að henda þér það er bara svo skemmtilegt vídeo sko. Toothpaste prank toothpaste svo lélega þetta er á sketchgerinni YouTubers in 2016 þetta er crazy vídeo við erum að gera eitthvað elevator challenge og það er bara svo það sem ég veist skemmtilegt vídeo og ég tengi svo mikið við ég horfði svo mikið á YouTube árið 2016 einhverja gauðir að gera eitthvað vlogs að gera eitthvað pranks eitthvað rugl skilur þannig að allar þessar ræskum og Logan Paul og allt þetta kjaftaði maður horfður svo mikið á þetta og það er svo gaman að gera svona sjálfur og bara lifa að gera þeirra svona dæmi það er svo geðveitt Muni, ég var að segja ykkur frá hérna uglu sjáðu hana uglan hana oh my god herru, er hún að koma til þetta grínast hvað er hún? Hún er farin ég var að segja allir sem að hlusta ég var að segja strákunum frá því hérna áðan það er ugla sem hérna Grímsnesinu sem þetta er bara mjög rare dæmi það er sama uglana það er ekki margar uglur til á Íslandi það eru bara 10 stykki vonandi sást í hana fljúa framhjá ég veit ekki hvort það sást í hana en ef það sást í hana kommenti þetta var crazy þetta er a rare sighting, sorry Unnar nei, fucking sjálf þetta uglur ég bara þurfti að segja það segja með toothpaste video 2016 YouTubers við vorum í liftu og það býr eiginlega bara gamalt fólk þarna og það var alltaf við gleymist hvað sem mikið við svona taka þetta upp tókum þetta upp í liftu, bara public liftu þannig að alltaf fólk að lappa inn á okkur með einhvern kotta og einhverja giflar og eitthvað toothpaste einhvern skrýtnum stellingum við ætlum fullt af eitthvað drasli, klæddir þessu eitthvað hálfvitar inn í einhverju liftu líka í bara einhverja 2 tíma vorum við 2 tíma að taka þetta upp það var crazy og það sem ég svo geggja líka bara ég klippið þetta vídeo við settum inn einhver geðveikt svo gaman að finna einhver lög sem að YouTuber voru að nota 2016 og settum það inn í þetta geðveikt lag sko og click and smash that subscribe if you want some more content þetta var vesenins vídeo, lengi að taka upp, lengi að klippa sko það er lást að okkur ekki búin að gera part 2 en mér langast að hendi part 2 sko en ok, Ingi, ég er bara með eitt eftir Ingi, hvað er þú með hérna? Kynningavídeói ég var með kynningavídeói skrifa hjá mér og ég var líka með ég var með skútervídeói skrifa hjá mér við vorum en ertu að búið með listan? Svo vorum við með Júsú-gæinn það er uppáhaldskett sem að fólk hefði ég veit ekki af hverju gæinn sem tekur vinnunni sín óvalulega þetta er náttúrulega bara út að þetta er eitthvað svona aldrei mista vakt tónlistin undir líka, lægið sko þannig að Swiss, þetta er Bing Bang Boom ekki Bing Bang Bass eitthvað og þarna bara montage í endan klippur af honum það var eitthvað flip hjá okkur segja smá frá því montage í endan, ef þið er ekki búin að sjá hana sketch please fara að checka honum þannig að hvað er þetta, eitthvað svona 20 sek bara í endan sem þetta er bara svona montage af Inga elda og gera eitthvað þrýfa þetta var bara eitthvað grín hjá okkur að við prófum þetta í klippi við hækkum í tónlistinni og skot af Inga var að gera eitthvað weird shit í eldhúsinu þetta er góð sketch þetta er einmitt annað vídeo sem að tók bara 16 tíma til að klippa ógeðslega fyndið og hérna gott vídeo ég skal vera maður fucking alveg að sleika ykkur sjálf sko en ok, það er gott að fyndi ég er bara meitt eftir sko ég er með 2 eftir og ég kannski bara fara ekki ennum ertu með einn eftir? Ég skal segja eitt ok, ég ætla bara að segja hérna beatbox battle það er underrated vídeo sko það er fucking fyndið það voru margir sem fíluðu þetta það var líka bara eitthvað sem tókum við á staðnum það var bara hugmynd sem fengum bara allt í einu bara staðnum við þurftum vídeo fyrir að counterna synga sem bara, hvað með eitthvað beatbox fórum við fórum í bílakjallarinn við fórum í hjólageimslinn í húsinu mínu fyrir það tökum við upp bara eitthvað geðveikt þrátt bara eitthvað vorum að kapna úr hlátur þetta var ekkert eðlilega við vitum þegar við erum með gott vídeo og þegar við erum að kapna úr hlátur með ég gat ekki þetta var bara svo þetta er svo fucking steikt vídeo I'm the demon þetta er svo I'm the Joker þetta er fucking gott vídeo það er hella vídeo sko þetta er svo steikt sko en ok, þannig að við erum að kafa svona pesa á þessu sorry ég ætla að fólk ekki gaman að sko ég er að fara að henda
barnaefni, nýjasta sketsinum okkar Já, P.O.V. þú ert að horfa barnaefni ég er henda honum hinn sko Mér fannst ógeðslegt að leika svona karakter Trúi því En þetta kom svo vel út þetta er svo accurate það var gæi sem sagði við hann að Gulli Koppermann sem sagði við okkur bara þetta var geggjaði skets einmitt þetta er líka sko ég setti í TikTok story þetta er top 10 íslenski sketsar of all time eða bara top 10 íslensku TikTok of all time og þetta er í alvörunni þetta var svo fucking steikt og vorum í fucking langan tíma að taka þetta upp og aftur klippa ég var í 7 tíma að klippa þetta ég veit að finna öll þessi lög ég nota 3 mismöndu lög í þessu skets ég veit að finna einhver 500 sound effects sem ég notaði þú gerði þig lag, sérlag fyrir þetta ég bjóð til lag, ég söng lag fyrir þetta þú veist þetta var, þessi fólk skilur ekki vetta en að baka þetta sko það er crazy sko blood, sweat and tears blood, sweat and cum það fer miklu meir en bara eitthvað þetta er ekkert, bara eitthvað, ok stilla síman upp gera eitthvað, þetta er bara allt annað og talandi að setja metnað í eitthvað þá er þetta vídeo þetta er bara, við hefum aldrei sett jafn mikið metnað í ég er aldrei spenntur ég veit ekki hvað það er ég er ekki hugmyndu hvað það er þið tilbúin? Já Gauðra með stæla trailerinn shit Gauðra með stæla trailerinn hvað voru við lengi að klippa hann? Ertu að tala um þessi vika áður podcast trailerinn vikan áður en að Gauðra með stæla fyrst átt að koma út 2. mars við vorum að gera öll þessi countdown-vídeó vorum að gera trailerinn, þetta er mest stressandi vika sem ég nokkuð tíma að 100% ég var í ruglinu sko. við vorum að, fyrsta lagi þurftu að gera 10 vídeo sem hann að, nú eru 10 dagar til að Gauðra með stæla kynna út en ég ætla með stæla við eitthvað helga 10 nú eru 9 dagar, nú eru 8 dagar við þurftum að klippa öll þessi vídeo við þurftum að hitta alla þessi Gauðra alveg last minute, hittum Steinda bara kortir í að við gáum út þáttinn no joke og við þurftum að, svo var alltaf þetta dæmi sem hékk yfir okkur, þessi helviti trailer og við klipptum hann eitthvað, ég held að við vorum eitt kvöld að klippa hann eitthvað við vorum samt alveg í 6 tíma við vorum til 3 nótt eitthvað við vorum klikkað sko gali sko og líka bara þú veist einmitt að finna réttu klippunar setja þær inn finna Ingi, Unnar, Tommi og svo Gauðra með stæla hvað við ætlum að gera Loga Pál til að tala inn það sátt að Loga Pál með stælum Loga sko þú veist einmitt við vorum að skrifa línu fyrir Loga gera þú veist þetta er gali hann kom sér til þín upp á skrifstofu til að taka þetta upp rosalegt þetta er by far mesti metnaður í þetta var þessi trailer maður peppast upp og horfa á hann sko og dagar í hér 14. þátti sko let's fucking get it sko herðu ekki að fucking henda okkur í þetta góðu liðum þetta er bara dæmi sem við þurftum að gera sko en hann að henda okkur lið nummer 2 fuck it og hvað varst þú með eftir kemuna með eftir kemuna er þetta skrítið það? Hvað vil ég fara? Ég fara að beint í bara ríða plásturinn af förum við eftir kemuna ég þarf bara það er með gangi í það fuck it ok, þetta verður eitthvað í dag eftir keppnin part 3 þetta er rosalega þáttur já, part 3, þetta er styrklega þáttur skýran sko þetta er bara eftirhermu top 5 eftirhermu bústaður svo mikið að gangi þetta sko ok, eftirhermu keppnin bústaður edition eru þið tilbúinir? já fyrsti náungi ég er með, þetta er Rikki G / Gummi Ben þetta er bara lýsandi basically bara svona fótboltalýsandi og verið bara lýsa mannjú liðbúlega ég hef ekki mikið fylgst með Rikki G sko ég veit hvernig Gummi Ben er en já, gerum bara fuck it, segð bara Gummi Ben ok, fuck it, Gummi Ben og ég byrja já Mo Salah sólur upp tegir hann sendur hann inn Sadio Mane skuttar hann minn flugskalli hvað er hann að koma hvar er hann hver er hann flugskalli frá Sadio Mane beint frá Senegal Jesus Christ sjáuð hann koma þarna Liverpool 1 Manchester United 0 wow shit, ok þetta grínast gerir hann mikið svona efst til vinstri hérna, nei hérna já, nei ekki hérna fuck, sorry ok, nei, fuck, ok, já fuck, ok gerir hann mikið svona hefur ekki heyrt hana Ísland eru komið í úrslit taktu bara eitthvað svoleiðis ok, fuck ok let's hear it Martial okay þetta, já keep it going Martial beint frá Monaco yfir í hann er í tegina var þetta gott ok þetta ekki lengra já, það er ekki mikið með þetta ok, erum maður að gera annan leið
Þannig að leiða allt í henni Messi! Ég veit ekki því, Loki, hvernig Þú veist með þetta? Messi, hann hefur við tegin og hann nær markinu hann beint frá Argentínu hann nær melli World Cup 2022 Ég að fatta, hann smá líka nördan þú ert alveg með röddin í þetta sko Þú veist, what the fuck is going on? Lionel Messi Gummi Ben eiginlega bara fucking tensar þú verður að vera rauður í andlitinu þegar þú gerir hann sko. Ég verði því meður að gefa undan þetta Top 10 respect moments Top 10 respect moments Ok, næsti heitir líka Gummi Heyrðu þið? Það Gummi Emil Oh shit Gummi fucking Emil Þú þarf að stíga varlega til jarðar sko Þið hljóð, Ég vil ekki taka, ég vil ekki dissa Gumma hann getur pakkað okkur saman Nei, já, reyndar svo var hann alltaf þegar hann fór síðast upp í búst það enda ekki vel Já Nei, ok, þið hafið heyrt Jón og tala bara daglega síðan 2020 Besti vinur Ingi, byrja þú Ok, steinefni ég veit ekki hvernig það taka hann sko Þú segir þetta alltaf, ég veit ekki hvernig það taka er það eitthvað? Taktu bara gæðina Ég er ekki góri eftir ég har okkur í hatt þess að kemni Blörk bara brút Við erum vikingar Huss Hann keltir það ekki Jú, meira Fyrir með vesina, þetta er ekkert mál Fucking let's go Við erum lengst uppi Eða ekki Ok, það lítið einn að það gott Ok, ég skal koma með eitthvað gott inn á Víkingar, Valhalla, Vision Þetta er allt í sjónum Ef við erum ekki í sjónum Manneskjur eru að gera þess að vera í sjónum Arbeið er í sjónum Peningar í sjónum Hoppum í sjónum Gerum þetta allt í sjónum Förum með besjuna í sjónum Gerum þetta í sjónum Kjöt, tölum að sem kjöt Beinmergur, ég steiki kjöt mitt í beinmerg Með fucking Þetta er bara alveg matur þetta Við erum bara að borða mat þetta maður Farðu í gimmið Þetta er þessu lömmu vesinni Þetta er þessu lömmu Kasta þessu lömmu upp í raskataður Farðu í gimmið Takk fyrir mig Hann er orku mikið sko. Þetta er gott sko Gottmund Emil Fucking 2026 Vision Valhalla Viking Mission Emil Fucking G-blessing Hann er nice guy sko Hann var fyrsta kollabi sem ég og Tommy gerum Reyndar That's a good point Right over there Já Fuck maður, ok, þetta Unnar er náttúrulega alltaf í mínútu Þú ert alltaf bara einhverju 10 sekúndur Þú ert að skera þess meir Ég hatt þessa keppni, ég er að segja Ok, við skulum bara gera þetta quick and easy Unnar, þú fær annað stig Thank you En ok, núna Þið eru búin að taka þennan Já, þið eru búin að taka næsta Oft, ok Þið eru bara að taka hann right now live í beinni Það er hann Fannar Halldór Meistarinn, kóngurinn meistarinn Kóngurinn sem meistarinn Hann er þetta geggjaðar sko Þetta er mjög Og ég vil eiginlega að þið taki bara það sem hann tók hann á sínum tíma Ég vil ekki að þið séu búið til eitthvað Hann á bara nokkar frasa Hann á bara nokkar frasa og þið bara takið þá Ég byrja á því, ég byrja á það Ok Hvað er þetta að byrja? Þetta byrja? Oh come on! Oh come on! Ég ætla að segja sviðið var aðeins stærra Ég ætla að sviðið var svolítið stærra Okay, my mistake. Sorry, my mistake. Já, svo bara, já. Tók eitthvað meira, nei, Ingi gerði. Sorry, það með mögulega partur eftir. Sorry, stressi tók yfir. Æ, ekki þessi líka. Ok. Ég ætla bara að fara það var að stærra og nei, já líka þegar hann fór á Götustrókar ég er að stama actually núna bara pastakafla hittir ristinn Ristinn? Nei, ég veit það ekki Taktu meira sem hann tók í Ísland Got Talent Já, ok Það sem var að stærra Oh, come on! Humor! Nei, ég held það ekki Svo segi Bubbi við hann Humor! Já, og hann að hún mátt bara rúla af Nei, og Ötti segir við hann eitthvað hún mátt bara rúla af Nei, ég er rúla, ég er bara að lappa Ok Þetta var skemmtilegt Þetta er Fannar Halldór, rapped up, ok Þetta var it was closer than I thought fuck it ég gef 6-9 stig Haldið svo spennandi, let's go Haldið spennandi 2-1 næsti
gæi er MC Gauti MC Gauti okay. Og þið megi rappa núna þið megi, þetta þarf ekki að vera bara tal þið megi rappa og taka bara þetta mál já bara svona þú byrjar engi ég byrja ok, rappa Get the foot bara upp baby att ingen sjá and the man up and the man at the mouth ja at the mouth ok, takk svona hratt eitthvað svona Get nei, það er bara hæ? eða skilur bara eitthvað svona meira svona hratt eitthvað svona sem hann hefur sagt eða skilur Jag Reykjavík okkar Já, hún okkar Reykjavík okkar Já, hún okkar Reykjavík okkar Nei, nú ég komin eitthvað annars Þetta er gott Ég veit ekki Hann gerir stundu svona Genn bara upp Ok, byrju Ég hef aldrei prófað MC sko Nei, hann er skemmtileg sko Bara ég strákarnar Ekki for mig, girl Ekki ángra mig Nei Bara ég strákarnar Ég rúla dagi Svona þetta Bekkir bara þetta Þetta má Nei, þetta er komin ekki herra núna Veitu, hvað er þetta? Þetta má Spyrja þetta má Ok, legg þetta á Takk Þetta var Ég var ekki að búast í þessu frá þér Þú varst smá svona skrítin Já, hvað ég var skrítin þetta? Nei, þú varst ekki Ég var með þess að trippir þetta eitthvað Já Ég þarf að gefa Inga þetta þetta ekki nógu gott Come on Ingi, þetta er 2-2 Það er nýfjamt í þessum maður Djöfull Hvað er maður að gera eftir? Deysel, getur það fyrst eftir að gera sem Ingi vinnur það eru 3 eftir Tökum meitina quick Gísli Martin Þessi er smá flókin Býtu, er ég að byrja eða? Þú ert að byrja Þú byrjar Þá er mjög mikilvægt að fara hérna fram á Já, takk þetta Hann er alltaf lengst út úr hann Hann sendur En þetta skilur að headphone ná ekki svona langt Þú myndir eiginlega þurfa að fara næ eða fram sko Þetta Já, og einmitt Kristján Frostóttir, þú ert forsætisráðherra Hvernig er það í borginni? Eru þið saman eða? Já Það hoppar Oh my god einmitt Já Þetta var gott, ég þarf að gefa það Þetta var mjög gott Ok Ingi þetta 69 Taka sæti líka Besti vinnur okkar Sjá þetta Gísla Hann er algjör meistari maður Ég veit ekki Ég var að veikja ég var aldrei hort á Gísla Martin sko Nei, það er verið á Gísla Martin Já, við erum á Gísla Martin Þú verið live þarna Já, jú Það er ekki Já Og þið Já, ok Förum yfir í það Já, aðeins meina Ok, já, ok Já, wow, já Hvað er með svona, við ætlum að fara yfir í tónlistaræðri eða frábært Ok Já, og við ætlum að heyra hérna nýja lagi hjá honum Ísleif og það heitir Andvaka, förum í það I don't know, maður Ok Mér varst Ingi Lóki betur en ég Nei Þú ætti að hætta alltaf, okkur stoppa alltaf í miðju Ég bara veit ekki hvað að segja sko Mér finnst ekki hljóma eins og Gísli Martin Mér varst þú að vera með taktana sko Unnar fær þetta stig Ég gef Unnar og það Fuck it, ok Tökum, ég langar smá að taka þennan Jú, tökum Brjánbreka Oh shit, maður Hvað? Brjánbreka Ingi veit ekki hvað Brjánbreki Ég veist ekki hvað Brjánbreki Ok, hefur ekki Þetta er smá vesen Björnbreki? Nei Brjánbreki, hann er karakter eftir í blöða sem að Hjöppi tók alltaf Hjöppi K, þetta var samt ekkert hans sko Þetta var Brjánbreki Það er bara sinn Nei Ok, fuck, þá þurfum við að sleppa húnum Brjánbreki Vilt þú taka Brjánbreki? Ég get alveg tekið hana Ég er með eitt niðurbót sko En það er bara að segja mig hvað þú tekur hana sko Gilsari? Já Varst þú hana fleng rýðingur helgina? Mís? Nei, hann tegði ekki mís Viltu vera að tala eins og sér að tala um mig? Já Blessaður? Er það blöðurinn? Já, passar Varst þú ekki að rilla helgina? Já, heyrðu Hæ? Nei, blöð, hlusta á mig
Það er rilla velkina. Við bara könnum þetta gott í dag. Brjálbreykir, takk hjá þegar við sáumst á þjóðtíð. Hann segja það sem hann er þetta eitt finnasti karakter af all time. Ég ætla að grínast. Hjöppi K líka bara, við þurfum að tala um það sko, bara hann er bara topp 10, 100% finnasti dúttur af all time. Já, 100%. Já, allavega einmitt á hérna klaganum sko. Ok, ég er með einn niðurbútt og ef þú nærðis ekki, Ingi, þá er Unna bara búin að vinna, það er bara staðan. En ekki, hvað var 2-2? Nei, það er 3-2. Þú fyrst hérna Gísla Martinstíði, þannig það er 3-2. Okay. Síðast en ekki síst er okkar maður Gummi Kíró. Og nú er ég aðlega að spá í TikTokunum sem hann gerir, sko, hann gerir mörg svona recipes og svona shit sem ég fíla. Og hann er alltaf með sama tón. En ekki kottum með hann. Shit. Ok, hérna er dagur í lífi mínu. Ég byrja daginn á að fara í ræktina, mjög hressandi. Svo fer ég og geri með jógurtskál, með jarðarberjum, hindberjum og arna. Já, þetta er bara... Er ekki svona? Það er eins sem var að hóra TikTok hjá Gumma Kíró, sko? Já, mitt. Ég er búin að hóra mikið að Gumma Kíró, sko. Uppskattarvídeónu sérstaklega, sko. Ég ætla að sýna ykkur geggja protein muffins sem ég var að búa til. Þetta er alveg stútfullt af proteini. Ég byrja að setja kotasælu í skál, smá hveiti, ræra saman, teskeiða salti. Þetta er alveg stútfullt af proteini, sko. Þetta er alveg stútfullt af proteini. Frýta eitt egg onni, ræra saman, hetta onni eldfast mót, setjum inn í opning, 10-15 mínútur, tek það úr og þetta er alveg stútfullt af proteini, fínt að byrja vikunum smá proteini og ég elska protein. Ok, þetta er gott. Fuck maður, þetta er samt, þetta er svona close sko. Já, nei, ég segi hvað Ég er með flow, skilur. Þú ert með flow. Það er svo freestyle, skilur. Ég flowaði heilt vídeo on the spot, skilur. Þetta var ég protein, stútfullt af proteini, ég elska protein. Það sem hafa engin mistað, það eru protein, sko. Hann elskar að segja orðið protein. Veistu hvað? Ég þarf eiginlega að láta einhvern vinna. Þetta má ekki bara vera jafntefli. Þannig það er Unnar Steinn Sigurðsson sem að vinnur. Já, veitu, nei, nei, fuck. Ekki dólið með hengina. Ég var líka með brjálbreyka, skilur, en Ingi vissi hver var, en þetta er bara, svona er þetta bara ekki. Svona er þetta, maður reynir. Ég var alveg hreinskilin, ég er að pissi mig. Getum við tekið smá pásu? Ok, flott. Ok, let's go. Boys, er þetta skríti Bústa Edition? Yes sir, hérna okkur í það. Ok, herru, er þetta tilbúin? Bústa Edition, ég er spenntur að sjá hvort með, let's go. Er skríti að fara ekki í pottin í Bústa? Upp í Bústa. Ef það er pottur og fer ekki í pottinni, já, mér finnst það skríti, ég ætla að segja. Já, ég er að pæla í þetta. Mér finnst það eitt af mikilvægastu hlutum sem að gera þegar maður er í Bústa. Ef þú ert með fjölunni og þau eru 3 að fara, þú veist, onni og þú ert ekki að fara onni, það er skrítið. Það er bara fílubóka en mér finnst líka bara, ef það er pottur og þið farið ekki í pottin, mér finnst það skrítið. Það segir að hann virkar ekki, ok, bara ef hann virkar og þið farið ekki, það er bara fucking skrítið. Já, sammála. En þú ert með vörtu á rassinu með Ok. En, hvað mennur, þú ert í skílu, sko? Það sést ekki. Já, ok, ég er bara að pæla. Ert þú með vörtu á rassinu með það? Það er með vörtu á rassinu. Ég er alltaf til að hjálpa, sko. Þú ert með eitthvað kuska neður, með eitthvað vörtu það? Hvar? Er ég actually með? Já, hérna minn. Já, ok, farið. Já, flott. Ok. Mér finnst þetta að vera skrítið, farið í fucking pottin. Já, maður. Já, við erum að tala um það, er pottur og þú veist, þú vantarlega, sko. Við erum að vera í pottin eftir, sko. Drullaður í bokkin pottin. Sko. Herru, er skrítið að ekki runga sér í Bústa? What the fuck? Rekordskjátt. Nei. Oh my god. Já, Tommi, ég get ekki verið að taka. Sorry, ég get ekki verið að taka nú að þér. Að runga sér ekki? Já. Nei, það er ekki skrítið við það, sko. Mér finnst bara fínt að ekki vera að gera en svona syndga svona. Ingi er náttúrulega graðasti vinnur okkar. Já, veit það. Það er ástæði fyrir hann að spyrja þessu. Þetta var mest fyrir þið, Tommi. Núna veitum við að þú ert að fara að kippa hérna upp í Bústa. Nei, Tommi, við vitum allir hvað við hefur gert hérna, sko. Við vitum allir hvað við hefur gert hérna, sko. Hefur við gert hérna? Já. Hvað mennur? Við slum ekki fara út þennan dítilega, sko. Þetta er þáttu guðs, við þurfum ekki að guðlasta hérna. Herru, nei, þetta var bara smá spauk. Já, mér finnst ekki, þetta er smá spauk spurning, ok, hvað var bara næstu? Mér finnst, mér finnst, mér finnst það skrítið. Er skrítið að ekki grilla upp í Bústa? Nei, já, á sumrin, já, þá er eiginlega smá skrítið. Það er sem ég hefð hjá mér á fjölinu, bara í hvert skipti sem við komum upp í Bústa, þá líka alveg sem vetur. Já. Já, fuck. Já, no joke, sko. Já, mér það er skrítið, sko. En þú veist, þú mátt alveg, ég meina, hvað ert að fara að borða annað, skilur þú? Þú ert ekki að fara að grilla. Einmitt. Ég veit ekki, jú, fuck it, þetta er skrítið.
Grillaði. Ég held að það partur að upplifun. Já, come on 100%. Ég veit ekki. Sérstaklega líka þú ert að fara bara einu svona ári eitthvað staðar eitthvað, grillaði maður. Ekki að panta ykkur pítsu, sko. Já, panta pítsu fyrir Heldur að myndi ykkur voltari voltar með pítsu. Voltar eru desperate, sko, þeir eru 100% til að fara. Já, Ingi hefur örugglega reynt það líka, sko. Já, geggjaður. Það er reynað eftir, sko. Ég skríti að, hvernig get ég orðað þetta? Svona, ég skríti að skýta úti í bústað. Nei. Skýta að kúka úti? Já, bara í náttúrunni. Það spyrja hvort sem skýta að kúka úti. Ég segi nei. Í náttúrunni. Þú segir nei? Já, mér finnst það stemning. Frábært. Mér finnst það stemning. Ég með einhverjum fucking shitheads hérna í bókinu. Já, það er bara að fatta það núna. Þú ert það sem að kúka úti. Já, mér finnst það fucking nice. Þú veist að piss úti? Ég hef ekki gert það. Ég skal veikjana, ég hef kúkað úti tvisvar. Ha? Já, og það er bæði, ég ætla að opna mig, það var bæði í veiðiferðum sem að ég fari í bara frekar nýlega, síðan 2 ár. Það var fyrir 2 ára síðan og 1 ára síðan, þá kúkaði ég úti. Tvítuður að kúka úti? Já, það er Grown man. Málið, það var í veiðiferð, við vorum ekki bara sketsækjarinn. Þú skýt úti, heyrðu, þú ekki sketsækjarinn? Þú bara, bara mér skeinu. Þetta var í veiðiferð, þetta var út á landi, skilur. Já. Í laxveiðiferð, það var ekkert klósett undir kring, við vorum á bakkanum að veiða. Hvernig skyndir það? Það var bara mosi og laufblöð sko. Nei. Já, ég bara Oh my, byrju, já, ok. Þú ert ekki að ljúga? Ég er ekki gæst. Ég gerði það fyrst getið hjá 21 eitthvað, en þetta er bara svona nýlega að byrja á með þessa hefð sko. En nú er þetta hefð hjá mér alltaf við veiðferð þá kúkaði 27 ára? Jú, nei, 30 kannski. Nú er þetta hefð hjá mér alltaf við veiðferð þá kúkaði úti sko. Ég er ekki að vera veið með þér þá. Nei, ok. Sko, jú, þetta er stemnings, en ég segi þetta ekki skrítið sko. Ok, og Tómi Mér finnst ekki skrítið að piss út eða kúka. Þetta er skrítið ef það er klósett hliðin og ég gat ekki kúka, það var ekki klósett, þú veist, ef þú kýst frekar að kúka út í runna heldur en að fara inn á klósett, þá var það skrítið, já. En ég þurfti að gera það, ég þurfti að gera það, ég var bara góð tæm, skilur, ég var bara með því að bara tæpir maður, ég þurfti bara að fara á vöðlunum sko. Það varst tæpir maður? Já. Hvernig skita var það? Þetta var bomba sko. Hvað borðaði þér? Þannig að það var bara alls konar rugl sem ég var að borða, þetta var bara, við slum ekkert líka bara að fólk borða sem er að hlusta á honum þátt sko, við erum að tala fokkin kúkir og þættim, við erum að hætta þessu. Næsta var skrítið að nota sólavörn í bústað, skilurðu mig? Nei. Þú hendir þú ert út á palli og ákveður út að við erum á Íslandi, skilur. Já, ég skil þannig að sólavörn á Íslandi. Ég held að sólinn er ekki að fara að brenna þig, þannig að þú setur að sólavörn. Sólinn geta alveg brunnið í gauður eins og þig, sko. Ég meina gauður sem er svona hvítir eins og þú, sko. Já, reyndar. Það er ekki skrítið ef það er 20 gráður, sko. Nei, skilur, ég hef alveg verið út á palli og það er bara fucking steik, sko. Já, bara síðasta sumar, sko. Þú veist að það kom alveg 10 dagar pluss það kom alveg 10 dagar pluss sem er alveg 20 gráður eitthvað sem maður þarf að bera sig. Mér finnst ekki taka það skil, en mér finnst það smá skvítið eitthvað svona bara daglega á Íslandi bara að setja sólverð daglega bara á Íslandi bara leiðin í vinnunum bara ég þess að sólverðin það er að passa með það. Menn gera það samt sko, það er fullt af fólki sem að gera það, trust me, ef hérna gerir þetta, comment down below. Þetta ávist að vera eitthvað gott sko. Já, þú veist, þetta minkar hrukkur minkar hrukkur og svoleiðis sko. Það er smart sko. Ekki það að við þurfum eitthvað að vera að gera það sko. Jú, við getum fengið, þetta snýst þóttu sitt ungur og þú ert að brenna endalust eitthvað, það mun velda þegar þú fara hrukkur í framtíðin. Já, en ég er að segja, það er ekki betra að gera þetta þegar þú 30 Nei, þetta skiptir líka máli þegar þú ert ungur. Þetta er spurningum hrukkunum sem færð þú ert eldri, það er út af því hvernig þú ert að trýta þegar þú ert yngri. Þú veist, það er að myndast núna, skilur. Það er að myndast núna, já, ég myndi þetta. Þannig að, en ok. Já, ég myndi segja að það er ekkert það skrítið. Nei, þú veist, segja ekki hásumar. Ég held ég hef aldrei gert, ég hef aldrei gert þetta, held ég. Þetta er sólverð náði í bústað á Íslandi? Í bústað. Já. Ég reyndar þegar ég segja, ég held ég hef ekki segið þetta á sólverð á Íslandi. Þetta er svona ný stæmitning, ég skrítast sólverð í bústað, ég veit að þetta er bústað edition, þetta er svona skrítin staður. Hvað sér, ekki sett á sólverð í bústað? Nei, bara á Íslandi. Á Íslandi sér, fuck. Ég hef ekki gert það oft, en þegar maður segir, maður gerir þetta ekki oft, sko. Og þetta er fucking Ísland, það er bara 10 dagar ára sem er góð sól. Maður vill ekkert vera að setja sól, maður vill fá að tala líka. Maður vill eiginlega brenna smá, sko. Já, fuck it. Er þetta allar? Þetta voru allar. Herðu, þetta er skrítið. Herðu, fuck it. Nú er komið að þessum við allir hafa beðið eftir. Við erum að fara í bestu vinnukeppnina. Er ekki 3 skipt sem fyrir mér? Hún er occasionally. Jú, hún er occasionally. Ég ætla að fuck it, ég ætla að henda
Og þetta er Booster Edition? Þetta er Booster Edition. Þetta er Booster Edition bestan í keppnum. Þið veit ekki hvernig það virkar. Ingi og Tommi í keppnum hver þekkir hvern annan betur. Einn af þeim byrjar að fara út, hinn svarar spurningum sjálfan sig, svo kemur aftur, svo switchum við, næsti kemur inn, svarar spurningum og svo að gíska á svörin hjá hvern öðrum. Þannig að hver ætlar að fyrst út? Ég skal dippa, ég var samt að... Er bjórinn eitthvað vesinn? Nei, heldur út. Ég láta rilla mér út. Alright, Ingi, þá eru bara 2 eftir hérna. Ertu tilbúin í það? Það er bara þægilegt að hafa bara við 2 það er engin sósu átsmaður engin fucking salsa og monster fucking rugglega gæðan Tommi Herðu, byrjum við með 6 spurningar Við tilbúin í það Já Þetta er svolítið skemmtilegt sko Svolítið mikið tengt mat Þú ert svona bústað maður tekið að vera mat Við keftum mikið mat á hann Make a sense Ok Hver er uppáhalds snakkið? Hvað er uppáhalds snakkið? Ok, ég myndi örugglega segja það er hann að hvað heitir hann? Marút, já Marút, hann að annarkvort fjórublátt marút þannig að pepper hana Já, salt and pepper Já, ég veit ekki, það bara er svo basic en ég ætla að segja hana út af ég kom með það hérna ég ætla að segja Pringles papriku hana Ok, paprika Pringles Já That is correct Ok, þá er það komið Númer 2, hvor ykkar svindlar meira í spilum? Ég held að enginn okkar gera það sko Eitt fél okkar gera það daginn bara grown man og reynda að svindla ef þú heldur hvor svindla meira ef þú svindla oftar en Tommi skilur bara ef þú ættir að segja einhver ok, já þú veist Ertu ekki smá svona, þú ert smá svona frótari ég held að ég myndi vera líklegri en þú veist, maður veit allir Tommi er smá svona, hann er líklegur til alls Já, hann er líklegur Ok, ég segi ég Já, fuck it Ingi segir Ingi Já Ok Númer 3, hver er uppáhalds sósaðinn? Þetta er svolítið skriðið fyrir Tomma Sósan? Já, hver er uppáhalds sósaðinn? Vá, ég ætti að vera erfitt fyrir mig að gíska fyrir Tomma Hann alltaf elskar bara, Tommi elskar ekkert annað 8 sósur á Subway Já, hann eitthvað var að vinna þessu en að rönda þessu og nóga þessari Ég veit hans Hvernig ég er að segja mína? Já Ok Hann gískar svo þitt og þú gískar hans ég ætla að segja Vá, þetta er örgulega bara basic sko Hann er örgulega bara cocktailsósa sko Já, fuck it Ég fæ mér alveg cocktail með Það er uppáhaldsósaðinn? Já, þú veist með pepperoni, ostasamloku sko, grillaðri, það er Já Ég endar, fun fact, ég fíla ekki cocktailsósu sko Ekki? Mér finnst ég fæ eitthvað klíu við það sko, já, ég fíla ekki sko I'll let you off this time Herri, númer 4, hvað finnst þið vera skemmtilegasta outdoor activity sem gerir á sumrin? Hvað er svona úti, það er ekkert að íþrótt maður er bara svona activity, skilur Ég ætla að segja það er örgulega fótbolti bara fótbolti? Það er oft sem er okkar hendi í fótbolti Það var enda skrítið að segja kubbur Það er samt mjög skemmtilegt Hvað er það áttur? Það er spilir sem kastar svona kónginum og eitthvað Já, á hana og þeir eru svona spýtur Já, það er þetta skemmtilegt En þú ert að segja bara fótbolti? Já, ég segi bara fótbolti Fuck it, spilum þetta safe Spilar mikið fótbolti á sumrin? Nei En mér langar það er ekkert skemmtilega en að fara bara í það er svo erfitt að ná öllum strákunum ég veit að það þarf að fá allan 6 eða eitthvað skilur já þreytt sko Herðu, númer 5, alvöru Booster Edition þetta er líka uppáhaldsmaturinn hvað færðu þér á pulsu? Tommi ætlar að gíska Herri, Tommi sá, við fengum okkur pulsu í gær fuck, ok Sinnep remolaði steiktan Sinnep, remolaði steiktan og það var tómatsósa með en ég er búin að sleppa henni engin tómatsósa, ok Nei, ég sko Sinnep, remolaði steiktur Já, allan á núna, svo breyti ég stundum en allan á núna, og það ég fekk það seinast þá ætla ég að segja, já, sinnep, remolaði steiktur Ok, herðu og síðasta spurning smá svona, svo sláðu út af laginu hvor ykkar er graðari? Tommi, það er ekki ég Fyrsta Þú bara fljótur hann að maður Ég gaur, já, maður, ok, já, þú veist, maður getur alveg verið eitthvað svona, kannski tala ég bara meira, skilur En Tommi, gaur, hann er psycho-græður, já Já, behind the scenes, maður, hefur verið að passa ykkur á Thomas Já, ok, þú ræðir, ég ræði ekki svörnum, þú segir bara Já, ég ætla að segja Tommi, sko Ok, Tommy Ok, herru, þá máttu kalla Tomma Tommin Ok, já, það kom að segja Tommi Þú farið sömu spurningun Ingi vantilega Thanks Vestanarkefnin Ég kunni þetta Ok, spurning nummer 1 Hvað er uppáhaldsnakkið þitt? Þetta er alltaf Booster Edition þannig að maður fórum ekki snakk í bústað við keyptum ekki snakk fyrir þessu ferð þannig að þetta er bara basic spurning Keyptum svona 3 kíló snakki Þú ert líka sérfræðingur snakk þannig að Ok, bara eins og við rætum á hann ég bara, já, ég er að fara að borða snakk í hérna fyrstskipti í bara eitthvað 1,5 ára eitthvað Aha? Já 1,5 ára? Já
Shit, það er ekkert grín sko. 1,5 ár þannig, en þegar ég var at my peak þá var það Svarti Dorrin, það er bara classic það er bara classic eða Rauði Pringulsinn bara original, no joke ég var að slátra 13 ég ætla ekki að segja þetta ég er samstæður no serious en þarna, Rauði Pringulsinn hann er ekki miklu hann er fucking boring sko hann er fucking góður en það er Svarti Dorritusinn, það er alltaf það ég var bara hlátt sko. Það er enginn á ekki gíska þetta Herði, númer 2 hvor ykkar svindlar meira í spilum? Oh my god Ok, ég er ekki þekktur fyrir að svindla Nei Ég bara vinn þetta bara eins og það var að vinni sko. Stránkæðilega þrákar Og Ingi, fucking Hvernig er hann eiginlega? Við höfum alltaf spilað saman við þrjum Nei, það er að segja þetta Fuck it, let's do it Sko, ok, fuck Ingi svindlar ekki sko Ég er bara Þú þarft samt að segja Ég held að ég sé líklegri okay. Er þetta ekki hvort líklegri? Jú Já, ég þarf vel að segja ég þá sko, ég hefur alveg svindlað ykkur tíman Þótt ég sé ekki mikið að gera En ég held að ég sé líklegri en ekki Skulum bara lífa þetta Ég held að ég var líklegastur á öllum sko. Ég er ekki svindlari en ég er bara svona Ég er samt Nei Við erum ekki að spila þetta Já, ok, fuck it Þannig að, herði, númer 3 Hvað er Ingi að hlaupa? Sjá að hann fara Hvað er að gerast þetta? Það er að hlaupa eitthvað marathoni Það er að fara að koma inn á móði sko. Númer 3 Þetta er þessi spurningu svolítið skrifið fyrir þig okay. Hver er uppáhalds sósaðin? Þetta var svolítið tóma þema sko. Ok, ég ætla að vera completely honest en ég er sósumæður Það er bara hárrétt Þú elskar sósu Þú færðir 8 sósur á Subway Það er hárrétt Þegar ég fer á Subway Eina rönda þessu komið Meira þessu, ok Og við erum áðan í bónus, þú vorum að vesla inn fyrir annan þátt, eða fyrir þess að bústaðferð þá þú að stoppa það að, þú ætlar að kaupa eitthvað fleiri, við vorum búin að kaupa sinneb, tomatsósu, hamburgersósu þú er ekki að herri, svo er eina chili mayo við eitthvað, nei, Tombi, við erum konum með 3 sósu þú ætti ekki meira, við spurning líka af hverju, hvað ætlar að nota sósi? Bara gott að eiga hvað ætlar að nota ný? Þetta var líka majónis, ég líka bara allt mikið majónis, majónis er bara mest fitandi sósa af all time Tombi, við erum með þess að hjálpa líka, ég er hann að hjálpa þér ég veit það, ég er hann að hjálpa þér líka alltaf þegar ég fæ mér eitthvað sem að þarf sósu bara samlokur eða bygglu eitthvað svona geta ég set alltaf 3 sinnum bara the normal amount það er crazy no joke, ég bara ég er með fæ smá ykkur sósum sko. ég fíla ekki miklu sósu sko. ég fæ mér bara hálfa túpu af 500 ml sósu bara 2 samlokur sko. ég er ekki að ég er ógeðsluður chat, ég er ógeðsluður en ok, já, en náttúrulega að velja hver er uppáhalds sósaðin? já, reynda, fuck, ég er búin að glemma spurningu ok, ef ég ætti bara, ég mætti bara velja eina sósu for the rest of my life sko, málega, majónis passa svo mikið við allt þannig að er það ekki bara með finnst það en það er svona svo ógeðslega svar það er fucking sveit svar, majónis það er bara rétt að svara, við erum bara hreinskilin hlustendur já, ok, býtu, það er örgulega nei, það er svona, það hlýtur að vera eitthvað annað en ef þú nota majónis mest og það passa allt, þá myndi ég segja það ég reyndi að fíla, ok, veistu hvað, ég vil segja majónis bara í heildina, chili mayo majónis slash það er líka yuzu mayo, það er chipotle mayo, jú, fuck it ég segi mayo, jú, fuck it chipotle mayo ok, reyndar er chipotle mayo? það er fuck, já er chipotle majónis? já nei, það er til chipotle mayo ég fíla chipotle sósu, ekki chipotle majónis chipotle majónis er ógeðslega gott það er sturglað ég veit ekki sem munur, þú veist svo mikið munur í sósu, þú ert komin djúpt í sósu það er svo gott bragð er þetta, þú hættir í snakkinu og fóst harður inn í sósuna, er það sem gerist að sko hætta bara að snakka á nammi og góðsoka, það bara hjálpa mér ekki neitt þú fóst bara harðar inn hvað finnst þér að vera skemmtilegasta outdoor activity sem gerir á sumrin? Fuck frisbee golf, fótbolti, kubbur ég reyndar ekki mikið í golf fjallgöngur, oh my god þú fílar ég sem þú farið að beðja með gummaði mér já, sjátt að gummaði það er ekki margir sem gert það nei, hann followa mig á Instagram og ég er á reel hjónum það var stórt hann að back in the day sko fólk var að segja, ert þú hann að gæði sem lefa beðja ég var bera ofan og á tilinu en ok, hvað er skemmtilegt? Ég geti ekki sagt fótbolt ég er svo lítið í fótbolta núna en það var fótbolt fyrir svona 7 ára með eitthvað en ég menna ef það er einn sem poppar upp í hugan þá er það sko ég myndi sko segja bara
sko, þetta erfitt maður, fuck. Ok, ég ætla að segja bara svona fjölskyldustundir. Bara svona borða góðan mat upp í bústað. Það ekki alveg outdoor activity að vera með fjölskyldun að borða þetta. Og þetta tengja allt mat. Sorry, nei, fuck. Það ekki alveg outdoor activity að borða með fjölskyldun upp í bústað. Nei, það hárrétt hjá þér, sko. Þú veist, ég að tala um smá hreyfing, sko. Kottum einhver dæmi, ég mér að tengja. En ég meina, fyrst þú sagði fótbolti, þá það bara fótbolti, sko. Já, sko. Það ert skönna bara ekkert mikið fyrir ég elska það outdoors, sko. Fuck it, bara vera upp í bústað með fjölunni. Það örugglega bara svarið, sko. Ok, ég segi það. Vera upp í bústað með fjölunni, þú veist. Upp á fyndinni, ég ætla að segja að borða, hann hafi sagt borða, sko. Ok, það víst alveg partur af það, sko. Jú, ég skal segja, ok, fólk, ég segi bústað með fjölunni. Það örugglega svarið. Hvað færðu þér á pulsu? Þetta líka tengist bústað, sko. Pulsa, bústað. Tengist ekki Selfossi, við erum rétt á Selfoss. Já. Ok, ég ætla að segja ég var alltaf bara ég upp á svo sem minni majónis ok, það var alltaf bara tómatsósa þegar ég var svona 10 ára, þá var ég bara með tómatsósa. Já, en þú ert ekki 10 ára lengur. Fokkin skrítið, nei, einmitt. Ég orðin næst í 20 núna. Já, og það bara allt núna. Allt, ég fæ mér allt á pullu. Ok, og bara tómatsósu bara yfir í allt. Já, þú ert það bara staðan. Ok, herðum, það er ekki flóknað það. Við fyrir bara næsta spurningu. Síðasta spurning, bara svona má til að slá út af læginu. Hvor er graðari? Ég, sko, þú veist, Unnar. Já. Ég bara, hvað er að byrja með Inga, sko. Ég búin að vera vinur hans í 7 ár. Er hann svona sporgar? Ég veit alveg hann væri. Sko, Unnar, þú hefur ekkert verið í kringum hann þegar hann var Eris Peak, sko. Þegar hann var shooting blanks. Ok. Shooting blanks. Þetta fór upp í 20 á dag, sko. 20 hristangar á dag? Já, 20, ég er ekki að djóka, sko. Ok, þannig að ég að tala um að Ingi sé græð. Það 100% Ingi. Ok. En ertu bara 100% viss? Ég fæ samt meiri game en hann, en það þýðir samt ekki að hann er ekki græðari, sko. Hann verður spólgræðari. En þú ert alveg viss það, þú ert ekki þegar hann fyndin. Þú bara, hann er... Ég er ekki að vera fyndin, það er ég. Ha? Ert þú græðari? Hvert það að fara þetta? Sorry. Nei, sko, ég veit það ekki. Hvað skrifað þetta? Þannig þú vorst að reyna að fyndin. Ég var að reyna. Jú, ég segi Ingi. Mér langar að stuða hans í ykkur. Ok, fuck it. Þá var allt komið. Ingi! Ingi kom tilbaka, ætlum að fara í svörin. Alright, let's fucking do it. Ingi, ertu móður? Já. Ingi var ekki næsar úti, þú veist að hlaupa einnig hringi hver gang, þú veist að trufla þáttinn. Nei. Hljópstirna þess að vera bara eitthvað fucking einhverju anime þetta, sko. En herðu, ok, byrjum á nummer 1 og látum bara byrjum að Ingi svari bara, Ingi, þú ætlar að byrja að gíska hvað Tommi sagði. Ingi, hvað er uppáhaldsnakkið hans Tomma? Uppáhaldsnakkið hans Tomma er... Þú ert móður, það er ekki djók. Ég er chill. Hvað er uppáhaldsnakkið hans Tomma? Hvað er með, motherfucker? Ok, uppáhaldsnakkið hans Tomma er svart Doritos, spicy Doritos. Boom, 1-0 Ingi, vel gert. Það er bara hárrétt, auðvitað vissir þetta. Hvað er nummer 2? Hvað er næst vinsælastakið hans? I don't know. Ok, herru, kottu með, spyrir sem spurningu. Tommi, hvað er uppáhaldsnakkið hans Ingja? Ingja. Ingja. Ok, þetta er hann sagði um 2 tegundir, þú hefur 2 options. Sá 2 tegundir? Jep. Ok, þá ætla ég, þetta er annarkvært Pringles eða sko fuck it, Spenna Magnus. Nei, fuck, er þetta Pringles? Hann sagði 2 tegundir, þannig, þú veist, er þetta sama tegund? Nei, þú getur gíska, hann sagði hann sagði 2 öðruvísi brands? Já. Ok, fuck. En þú þarft ekki að gíska bæði, þú þarf bara að gíska 1. Ég sagði ekki 2. Basically. Þú þarf bara að gíska 1, skilur? Ekki að pæla mikið þessu. Það er ekki að gíska bragðið líka? Já. Ok, þannig ég má ekki bara segja Pringles. Hann sagði svartu Doritos, skilur? Hefði sagt cheese Doritos, það hefði ekki verið satt. Já, mitt. Ég ætla að segja fuck it, papriku Pringles. Það er hárið! Efsta, Anna, búm. Þarna. Let's go! Shit, 1 Tommi, þetta er æsjuspennandi keppni. Við erum að staðir í Grímsnes, wow. Ég er ekki að ljúga, ég sá þið kaupa papriku Pringles á hann, en ég var samt ekkert búist við það á svari. Já, fuck, það ástæðan að gíska. Svo sagði hann líka marút fjólublátt, ekki, blátt, nei. Svari það líka? Já. Ok, shit, það var með 2 mér, sko. Let's go. Númer 2, Ingi, hvað sagði Tommi að, hvar heldur Tommi að hvor ykkar svindlar meiri spilum? Hann sagði ég. Sagði þú? Já. Það er ránt, hann sagði Tommi, hann sagði sig sjálfan. What? Hann sagði Tommi. Ok.
Hvað er þú surprised? Já, Ingi sagði, Tommi sagði Tommi, þú sagði þú, ákveð þetta surprised. Hvað mennur? Hann var að giska sem þú sagðir, þú sagðir þú. Já, ég átti að svara. Já, en okkur var sem surprised. Hann var að giska sem þú vissi alveg hvað þú svaraði, skilur? Spurðu mig bara spurningu, hvað var ég að spyrja? Hvað var ég að svara? Já, ok, nú spyr ég, hvað heldur Ingi? Hvað heldur Ingi að hvor eitthvað svindl verið í spilum? Ég ætla að segja að hann sagði hann. Það er rétt! Þess vegna var ég surprised, út af ég held að segja ég, sko. Ég sagði ég, sko. Ég held að þú myndi segja ég. What? Þannig ég var svona, já. Þeir sögðu báðu því sjálf, þeir eru svo humbuleika, þeir vil ekki henda öðrum undir rútuna. En hvoru fær stig? Ég er bara sjókt. Þú gískaður á hann. Já. Þú gískaður á hann sagði að sjá hann sjálfur. Já. Ok, þannig þú fær 2-1 Tommi, let's go. Út af þú sagði bara, já, ég held að segja ég. Þú veist, skilur út. Ég held að þú myndi segja ég. Ok, þetta var mind games. Það var mind games þegar maður gíska svona hvor. Það var rosalegt með. God dang it. Ok, það er hann í endan líka hvor ykkar græðar, ég er spenntur fyrir hana, sko. Það mun endur yfirvildum. Ok, númer 3. Ingi, hver er uppáhalds sósannars Tomma? Hvað sagði Tommi? Nú veistu, Tommi elskar sósur. Veit samt ekki. Hann elskar sósur, allar sósur. Það er allt og margar. Hver stendur upp úr? Það er ein sós sem stendur upp úr. Ein sem hann var ógeðslega græður í, bara langan tíma. Hann var alltaf bara gauðir, prófa þetta með þessu. Það er gráðostasósa. Þú veit að gíska gráðostasósu? Já. Final answer. Yeah. That's wrong. Nei! Hann sagði væntanlega majónes. Það er bara, þú veist, majónes? hann elskar majónes, hann elskar, teldu hvernig majónes þú elskar. Chili majónes, yuzu majónes, chipotle majónes. Þú veist bara að segja hversu marga majónes. Veistu hvað? Gráðostasósa er fucking sjátt. Hún er enda mjög góð. Hún er sturluð. Málið, það er hægt að borða hana með öllu. Já. Þú veist, ostasósur er bara góður in general, sko. Akkurat, þú veist, það er í top 3. Það er í top 3, sko. Ok, fuck, sko, ok. Hvað erum við að hendi í hérna? Ok, uppbólsósan, þetta er voða basic. Hver er uppbólsósan Inga, Tómi, nú gískar þú? Ingi er ekki svona exotic guy eins og ég, sko, eitthvað svona chipotle, mayo, yuzu, eitthvað, Ingi, Nei, Ingi, sko, þú veist, þetta er annarkvæmt cocktail, tómatsósa, eða bara eitthvað svona basic shit, bara eitthvað fucking, eitthvað. Þegar ég ætla að segja cocktail. Það er ég! Yes! 3-1 Tommi, það er walkover. Oh my god, þetta er 3 spurningar eftir. Ingi, you can still back in the game. I'm reading like a book, motherfucker. 3-1 Tommi, let's go. Ok, fyrir mér spurningu 4, Ingi, hvernig líður? Ok, alright. Hey, now you're in the game. Nú byrjar að taka sálulega, ekki? Ok, já, jú. Það er enda næsta spurninga smá ómöguleg. Ég er búin að vera flawless, man. Hörðu, númer 4, Ingi, hvað sagði Tommi að vera skemmtilegasta outdoor activity sem hún gerir á sumrin? Sem hann gerir á sumrin? Á sumrin? Já. Oh my god, það er eitthvað boring shit, sko. Nei, það er ekki boring shit. En það er eitthvað dæmi sem bara engin veginn. Við fyrir bara eitthvað að kastum einhverju frisbee á hvað, hver fokkar, sko. Myndir þú kalla það boring? Já. Þetta er skrítið sport, ég skal gefa það fint. Já, oh my god, ok. Þetta þarf ekki að íþjótt samt, sko. Það má vera bara göngutúr, það má vera bara hvað sem er, sko. Ég ætla að segja, sko, ég ætla að gefa þér, þetta er ekki svarið mitt. Nei. Hann var einu sinni mikið á fjórhjólinu. Já. Eitthvað, hérna. Mikið? Ég veit ekki mikið. Ok. Þú veist, fórst í eina ferð. Það gæti verið, ef hann kallaði það sport, að fara í heitapottin eða eitthvað. Það er regla sport verið honum. Þú ert nálægt í? Ég ætla að gefa þér. Hvað ætla að giska á? Góðum með eitthvað. Hvað spurning? Má vera hvað sem er. Hvað er skemmtilegast outdoor activity sem hann gerur á sumrin? Oh my god. Og heitapotti var nálægt. Það er nógu, er þetta hann, og þetta er úti. Já. Það er ekkert skilur, það er ekkert hús eða neitt inn, skilur. Kannski. Þá ætla ég að segja, hvað, farið hérna farið í spaðið þannig. Er þetta spa, þetta er gufa? Gufa, já, gufan. Hvað er final answer? Já. Hvað er final answer? Já, það er það. Ok, ég var að spyrja hvað, já. Hvað er final answer? Segðu það. Já, gufan hana, úti. Það er gufu? Já. Outdoor activity.
Ég get eiginlega ekki gefið rétt því þetta var sko, hann sagði við sko hann sagði fyrst bara kalda nei, við sko hann sagði fyrst hann ætlaði að tengja þetta mat hann sagði að borði upp í bústað með fjölskyldinni og með nóg að sósu svo breytti því besta outdoor activity breytti hann því að hafa verið með bústað með fjölskyldinni en sem samt, þú veist, ég er bara að hugsa the sunny days, við erum út á pall sko. Við erum út á pall með eitthvað osta og bara hvað er skemmtilegast að gera úti borða auðvitað með fjölskyldinni Adda er bara fjölskyldinni í þetta en þú varst nálega með pottinn og guðuna en ég get ekki alveg gera eftir þetta en ok, Tommi, hvað er skemmtilega sem Ingi gerir outdoor activity á sömurinn? Ok, sko, þetta er smá flóki maður Ingi er svona iPod-krakki já, hann fílar Fortnite sko fílar að vera inni að spila Fortnite kannski er það að spila Fortnite úti það gæti nótum verið sko ég spáði að skjóta það bara nei, sko ég ætla að segja og það hann sko tala mjög hátt bústa sko, hann elskar að fara upp í bústa með fjölinu og svona en sagði hann það núna ef hann var eitthvað að segja að þetta var skrítið á mér, nei, held ekki þannig ég ætla að segja þetta er náttúrulega bara að fara út með hundin að labba eða fótbolti mögulega kannski, hann er samt ekkert mikið í fótboltanum sko út með hundin eða fótbolti? Já, fokk, ég til að segja það hundin eða fótbolti hvort? Má ekki segja bara því nei sagði hann fótbolti? Nei, labba með hundin úti það er fótbolti! Let's go Viki, hvenær fórstu síðast í fótbolta? Gaur, ég elska fótbolta Hætt að ljúga maður Þú ert bara að fótbolta í 6 ára fyrsta lagi gráast og svo segir upp á svo sæn það er máli þú varst eiginlega ég fæ basically stiðið fyrir þetta koma mér langar alltaf að vera í fótbolta þú sást ekki með að stimma daginn já, en þú fer satt ekki til fótbolta nei, ég veit, en mér langar að vera í fótbolta það er ekki nóg að langa það sko okay. þú þarft að gera það sko ok, fine en já, þetta er það 3 þú ert ennþá að vinna, Tommi bear with me hérna ok, herðu, spurning númer 5 næsta spurningin Ingi, hvað fær Tommi sér á pulsu? já, ég sem aðstu, við fængum okkur pulsu í gær sko í gær, nei, ég á að vita þetta hvað er með það? gráðasta djúbsteikt bacon vapna explosion, nachos explosion ég veit, hann fæði sér steiktan hráan tómatsósu ekki helsk hvað er með það? hvað er með það, Ingi? remulaði sinnep er það bara með öllu? það er ég! Let's go! ein með öllu það er svo fokkið mikið svind maður ég pantaði með puls í gær með já ég líka, þú ætti að vita hvað ég fæði mér sko Tommi, saman spurning, hvað fær Ingi sér á pulsu? ég held að sama með, þetta er ekkert svindl þú varst líka með hann í gær ég veit það, svo var hann samt að segja eitthvað í gær málega, hann fekk sér sinneb og remolaði og steikt hann í gær en svo sagði hann, ég er svona, betur hvað er þetta með tómatsósu? Nei, sleppi henni stundum hvað er fokkunum á það? Þú sleppi tómatsósu þú veist, að fá sér remolaði og sinneb og svo varst ekki að fá tómatsósu fokki skrítið en ok, þú veist, ég ætla bara að segja sko, þú færir ekki hráan en þú færir steiktan, hann færir sér steiktan færir sér remala á sinneb og tómatsósu ég vil bara segja það ok, ég var núna kemur eitthvað kjaftaði ok ég ætla að halda þessu spennandi þú hefði verið að follow your gut þetta er, hann sleppir tómatsósu þetta er sinneb remalega steiktur þú ert bara að svindla þessum lið ég þú segir að spila fótbolta og fáir ekki tómatsósu og pilsu nei oh my god það er ennþá 3-2 þannig að ég ætla að halda spennu í leiknum er þetta fokkin grínast ég sko, málir já, ég fæ mér sinneb, steiktan og remulaði og ég sagði hennar en stundum tómatsósu en þú veist og svo hugsaði ég reynda maður ekki senast þegar ég fekk mér tómatsósu á með þessu þannig það er fokkin skrítið að sleppa þannig að þú varst bara að ljúga í gær það er svo fokkin skrítið að sleppa tómatsósu nei, ég fæ mér stundum tómatsósu bara ljúga hversu ofta fyrir Tómas að ljúga þú er svo ljúga þetta var enda illa sko þetta var enda í slagi sem bústað ég er bara engin hvort er ég að hjóla í þið hann er líka búin að hvað ertu many beers deep þú maður 6 eða eitthvað fuck it það er það 3-2 fyrir Tomma þú gæti jafnað þetta Tommi ég á basically að vera flawless í þessu sko en ok seinasta spurningin og jafnframt skemmtilegasta spurningin Ingi hvað sagði Tommi að hvor ykkar er graðari hvor heldur Tommi að þessi graðari hann sagði 100% að ég var graðari hvað er final answer þér? hann sagði að ég var graðari það er rétt hann sagði Tommi þannig að það er staðinni 3-3 Ingi back in the game hann kom með comeback en Tommi
Tommy gæti fucking unnið þetta ef hann sér rétt. Tommy, ég spyr sama. Hvor sagði Ingi að vera graðari? Er það þú eða er það Ingi? Ingi náttúrulega að reyna að vera eitthvað fyndinn og sagði ég. Það bara fucking svarað mitt, það ekki flóknir það. Þú heldur hann að sagt þú? Ertu alveg 100% viss? Ég 100% viss, hann ekki að segja að hann graður sjálfur, sko. Er það your final answer? Þetta my final answer. Og það rétt! Já! Þannig að 4-3 gefið þér smá sirens. Það vann hann! 4-3 Tommy. Ég held að þetta var jafntefli þá. Give me that dab. Ég búin að vinna hver einstu keppni. Ég smókaði. Ég var flawless í þessu keppni. Og það getur engin samfélag. Shit, sko, gaurar. Þetta var fucking þáttur og tala það. Fyrir þetta smá tæknilega vandræði við veit að hálftíma þættinu var ekki myndaðlega dó, en hei, það er bara á það. Það hlustar um flestir. Ég ætla að vala aðeins í þessari keppni, sko. Ég var robbed. Það er rob. Tommy var basically með Gráta sósan. Ég var flawless í þessari keppni. Þú getur ekki sagt svo náði hann eiginlega pulsinu og svo náði hann eiginlega heldur hann fótboltanum hann næstu. Nei, þetta var sant. Það var strangur í þessu bara. Þetta var að sweep. Við getum bara orðað hann. Samt spennandi, sko. Samt spennandi. Þú Ingi alltaf næstu bara að vinna, það er svo þreytt, sko. Já, ég eins og Chandler, muni eftir honum í Mr. Beast. Í byrjun keppnum á Mr. Beast þá hann var alltaf að tapa. En já, hvað er með orðin svo að segja, Tommy? Bara allir sem að horfa eða hlusta núna vonaði sér að við reyndar 30 mínútur þáttunum voru ekki, en fuck it. En bara, við elskum ykkur og bara GSM gang, bara halda áfram að hlusta, læka, við erum að gera þetta shit og bara fucking það er gaman að því og við elskum að þessi að hlusta, bara segja vinum ykkur að hlusta, halda áfram að hlusta og líka takk þátt í kulturðum, kommentið og kommentið hvar við erum að taka podcast næst. Ekki glemma því, ef við erum að hlusta allan þátt þá þarf það að fara í kommentar sem þætti á Spotify, kommentaðu hvar við eigum að taka podcast næst. Líka hendu okkur í Instagram story ef þið eru að hlusta á þáttin, hendu þættinum í story. Já, það er stemning hvað það. Og kommenti líka hvaða gesti við erum að fá. Já, heyrðu, líka það. Já, fucking hendum þessi shit í gang, við erum að gera þetta, heyrðu. Fucking takk að hlusta, við elskum ykkur. GSM gang out. For life. Let's go.